Óverðtryggðir innlánsreikningar eru reikningar í banka þar sem maður leggur peninginn inn. Maður fær einhverja vexti, yfirleitt eru borgaðir vextir einu sinni á ári. Getur til dæmis verið 1% vextir. En það þýðir að ef ég væri með 1000 krónur þarna inni, þá myndi ég fá 10 krónur í vexti eftir árið og þá ætti ég 1010 krónur. En af því þetta er óverðtryggt, þá gæti verðbólgan verið, segjum 2%. Þannig að þá, ef það verið 2% verðbólga, þá eru peningarnir mínir minna virði eftir árið, af því að vextirnir sem ég fékk er minna heldur en það sem að verðgildi hlutana hækkar. Þannig að þá get ég valið til þess að koma í veg fyrir þetta, að reyna að velja innlánsreikning sem er verðtryggður. En gallinn við verðtryggða innlánsreikninga er að þeir eru oft bundnir. Þá er peningurinn fastur inni í 3 mánuði, 6 mánuði, jafnvel mörg ár. Maður þarf að skoða það vel þegar maður ætlar að geyma peninga, hvaða leið hentar í raun best.